Já, komiði blessuð og sæl, ef ekki bara gefa kórnum okkar gott klapp fyrir þetta fallega lag. En þetta svo fallegt lag og þetta komið inn í Sálmabókina. Og Sigurður Nordal, hann samdi þetta og þetta fjallar nefnilega það hvað gerist þegar við opnum hjarta fyrir kærleika Guðs og skiljum að ástin það sterkast í þessum heimi. Og við sungum þessi erindi sem oftast eru sungin, en það eitt fallegt erindi sem hefur líka vísunin í eilífðina og ástina sem við getum ekki gefið í rómantísku sambandi, heldur ástina sem Guð einn gefur. En það alltaf sungið eins og við þekkjum: ég fæddist til ljósins og lífsins, lærði ég að unna þér, og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfu mér. Svo kemur þetta hérna: ást mín fær aldrei fölnað, því eilíft líf mér hún gaf. Aldirnar hrynja sem öldur endalaust tímans haf. Það hinn mikilvægi boðskapur trúarinnar að við erum með ást sem stenst inn í eilífðina. Og við skulum sækja í þá ást og þann kærleika og leiðsögn sem Guð gefur hér í kvöld og opna hjört okkar huga fyrir því, en hefjum þessa stund að því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við með upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Hey
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa á sætum við syngjum dýrðarsönginn, en dýr sé Guði í upphæðum. Friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þá les ég fyrri ritningarlesturinn. Þá bað Tóbít, lofaður sé lifandi Guð að eilífu. Lofað sé ríki hans, hann agar en miskunnar einnig. Leiðir til heljar niður í jarðardjúp, en hrífur einnig úr gereyðingunni. Enginn fær umflúið hönd hans. Þakkið honum, Ísraels menn í augsýn heiðingjanna. Meðal þeirra dreifði hann yður. Þar sýndi hann mátt sinn. Vexa með hann frammi fyrir öllum lifendum, því að hann er Drottinn vor, Guð vor og Faðir vor. Hann er Guð aldir alda. Hann mun hirta yður vegna ranglætis yðar, en hann mun einnig miskunna yður og leiða yður aftur frá þjóðunum öllum sem yður var dreift á meðal. Allir skulu tala stórvirki hans og syngja honum lof í Jerúsalem. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo það pistillinn. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi okkur son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu. Fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tímann séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann er í okkur. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þegar lífs til liðin tíma, sé ég
Það svo sérstaklega, já, má klappa fyrir því, endilega. En þetta svo sérstaklega fallegur texti að við þekkjumst á því að bera elsku hvert til annars. Það það sem á einkenna kristið fólk. En þá bið ég ykkur á nýjan leik sem ég auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall. En Jesús segir: Þetta mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir ef þér gerið það sem ég býð yður. Ég kalla ykkur ekki framar þjónar, því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla ykkur vini, því að ég hef gjört allt það sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákveðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir. Svo Faðirinn veiti yður sérhvað það sem þér biðjið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður, að þér elskið hvert annað. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprísu mannsins og eilíft líf. Amen. Tungur manna og engla, en höfði ekki kærleika
trú, von og kærleikur á við allar aðstæður. Það fallega sungið, þetta fallega lag. Er ekki Gummi Kalli sem gerði þetta fallega lag? Og áður heyrðum við sungið svo Óðinn til kærleikans sem svo sérstaklega fallegu texti og ekki lagið síðra. En það nefnilega það sem trúin kemur aftur og aftur og inn á, að það ekkert mikilvægari í þessum heimi heldur en kærleikurinn. Og þegar við höfum verið í samskiptum við fólk sem sýndi okkur ekki bara kærleika, heldur náð. Það að segja kærleika, jafnvel þegar við áttum það ekki skilið, að þá opnast eitthvað í hjart okkar, einhver dýpri skilningur á því hvað raunverulegu kærleikur er. Og í flestri svona áfallavinnu eða sálgæslu, þá oft notað sem svona verkefni, þar sem maður svona sjálfskoðun og þá spurt, ef þú horfir á æsku þína, hvar áttur alltaf örugga heimahöfn? Geturðu talað það, hvar þér leið þannig að þú gast bara tekið niður grímuna, þú þurftir ekki að segja eitthvað vitulegt, þú þurftir ekki að vera í einhverjum ákveðnum fötum, þú gast bara setið og vitað að með þessum einstakling varstu í heimahöfn. Þú varst algjörlega örugg eða öruggur og fékkst bara vera þú sjálfur. Og ég veit að þið örugglega núna aðeins að hugsa, hvar voru þið? Og tökum okkur smá tíma. Hvaða einstaklinga höfum við hitti á lífsleiðinni sem gaf okkur þessa tilfinningu? Sjáum viðkomandi bara aðeins fyrir okkur. Kannski sitjum við einhverjum stól eða finnum jafnvel einhverja sérstaka lykt. Sjáum fyrir okkur veggfóðrið eða hvaða var sem einkenndi þennan einstakling. En sleppum líka bara smá frá okkur þakklæti fyrir að hafa verið í samskiptum við hann eða hana. Það nefnilega þetta sem skiptir mestu máli í lífinu. Að við sýnum kærleika og okkur sé sýndur kærleiki. Og móðir Teresa sem hefur oft verið svona samnefnari kærleikans á síðustu öld, að því hún helgaði líf sitt þeim sem minnst máttu sín, hún sagði svo skemmtilega, það ekki hægt að gera mikla og stóra hluti. Það bara hægt að gera litla hluti með miklum kærleika. Og það svo gott. Við erum ekki kölluð til að bjarga heiminum, heldur fyrst og fremst að gera litla hluti en gera það með miklum kærleika. Og ef margir gera það, þá breytist heimurinn. Lúther var líka svolítið inn á því í sinni guðfræði og þetta endurómar hjá svo mörgum guðfræðingum að ef þú vilt virkilega gera gagn í lífinu, byrjaði þá á heimilinu. Byrjaði þá heima hjá þér í nánustu tengslunum sem þú átt og vertu til blessunar þar og þá sinnurðu best kölluninni. Martin Luther var meira að segja það langt á undan að hann sagði, jafnvel með því að skipta á bleiu getur þú lofa Guð. Sem mjög áhugavert að hann hafi sagt það í Þýskalandi fyrir 400 árum. Löngu áður en taubleiur voru og þetta var miklu erfiðara og hvað þá jafnréttisbaráttan var ekki komin langt. En það ekkert mikilvægara í þessum heimi en kærleikurinn. Og það hefur verið sagt svo fallega það að í návist eða nærveru kærleikans þá verður allt annað pínu lítið. Jafnvel það sem okkur finnst mikilfenglegt eða stórt eða samfélagið okkar setur á einhvern stall að það verður mjög léttvægt í samanburði eða í ljósi kærleikans. Því að hvað skiptir öll merkjavara eða lífsins listisemdir, frægð, frami eða glamúr þessa heims í samanburði við líf sem ekki í kærleika. Og ef maður getur sett þetta á einhverju vogaskálar þá óskar sér þess enginn eiga þannig líf með engum kærleika. Og það líka hægt að segja að samanskapi ít okkur aðeins lengur og segja og hvað þá með trúna. Það skiptir engu máli að eiga djúpstætt trúarlíf, mikinn bænahita eða lesa allt í Biblíunni,
vera með mjög háar siðferðiskröfur og fórna miklu eða lifa í sjálfsafneitun, allt eitthvað sem trúin telur eftirsóknarvert, ef það ekki lifa í lífi með kærleika. Kærleikurinn það mikilvægasta af öllu. Og þess vegna svo mikilvægt að hugsum og skiljum sögur Biblíunnar út frá því að þar verið að miðla kærleika og náð, stundum kærleika sem við eigum ekki skilið, með hætti sem á að vekja okkur til þess að vilja elska aðra. Kærleikurinn, hann vex í hug okkar þegar við skiljum að við erum elskuð Guðs börn. Þá fer okkur að langa að elska aðra. Og þegar að við náum því inn að hjartarótum og skiljum þetta til fulls, þá förum við átt okkur að það skiptir ekki máli, eða á ekki að skipta máli, hvort viðkomandi hafi gert allt rétt eða rangt. Við eigum bara að elska. Við erum kölluð til þess að elska þannig. Við munum öll gera mistök, en förum aftur og þannig sem þið hugsuðum hérna í upphafi, viðkomandi sýndi ykkur þannig elsku. Hann var ekki að bíða eftir því að væri nógu þæg eða nógu stillt eða búin að klára eitthvað próf eða sýna einhverja hæfileika. Viðkomandi átti bara elsku til ykkar þar sem að þið voruð djúpt elskuð og vissuð, hér fæ ég bara vera ég sjálf eða ég sjálfur. Og þegar okkur sýnt þannig elska, þá líður okkur vel, við sitjum betur í sjálfum okkur og erum líklegir til að fara og elska aðra. Og rannsóknir sýna það líka að ekkert ungbörnum mikilvægari í þessum heimi og ekkert hefur meiri áhrif á hvernig okkur gengur í lífinu eins og fyrstu 2 árin, og þá það bara hvort okkur sýnt elska. Hvort við séum elskuð og hvert faðumlag, hvert skipti sem að börnum sinnt og þau eru nærð, að það eykur á veljan þeirra og gerir þau betur í stakk búin til þess að komast í gegnum lífið. Og við eigum að fara alltaf inn í lífið með þetta bak við eyrað. Og hvað getum við gert? Til dæmis bara í einföldum samskiptum við vini og samstarfsfólk. Þá getum við sýnt óvænta góðvild. Það þarf ekki að vera stórt, stundum það kannski bara að kaupa kaffi eða vera fyrstur mættur til að hella upp á könnuna fyrir hina. Senda hvatningarorð þegar loknum erfiðum degi. Það getur verið að standa með einhverjum sem við þekkjum sem að fara í gegnum erfiða tíma, jafnvel aður í einelti, og finna samhljóm með þeim sem við eigum erfitt með, en að tengja í gegnum það. Það getur verið að hjálpa vini að flytja eða bjóðast til að passa, jafnvel þegar það hentar okkur ekki allt og vel. Og svo það líka þetta með erfiða fólki sem í kringum okkur, að það að sýna þolinmæði og jafnvel vera við kurteis við þjónustufólk sem orðið mjög þreytt og yfirbugað, eða bílstjóra sem gera mistök. Það var einmitt einu sinni þannig, ég var alveg brjálaður að svína rosa mikið fyrir mig og ég var alveg að fara að bara flauta, hvað fáið þetta? Svo sá ég þetta bara mjög góð vinur minn. Og ég var svo glaður með að ég hafði ekki flautað. Og ég hef reynd að hugsa það síðan, það eru flest allir, eða bara ekki allir, ég verð að reyna að hugsa þannig, allir sem að svína fyrir mig, eiga líka bara skilið að ég sé kurteis. Að ég hugsa þá eins og þessi mikilvægi vini mín sem ég langar ekki að vera dónalega við. En við eigum að elska andstæðinga okkar og þeim sem eru ósammála með því að sýna umhyggju og kurteisi. Og ég bara taka svona einhver dæmi, en munum það fyrst og fremst að þegar við göngum inn í hvern dag að við erum mikilvæg Guðs börn og Guð gaf sjálfan sig fyrir okkur og var tilbúin að fórna öllu fyrir okkur, og þannig hefum við að bera áfram elsku Guðs. Og hugsum sérstaklega núna í lok þessarar stundar og það sem áfram lifir af henni til þeirra sem við stöndum í stórri þakkarskuld fyrir og hugsum hvernig get ég haldið fána þeirra á lofti. Þau voru ekki fullkomin, en þeim tókst að sýna okkur eitthvað sem fullkomnaði líðan okkar og lét okkur skilja betur skilyrðislausa ást. Og þá fáum við lag sem að
svo fallegt að því að það minnir okkur á að það sem ástin getur gert, hún getur lyft okkur upp þangað sem við eigum heima. Love lift us up where we belong. But we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on that used to be, live their lives looking behind. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear
Takk fyrir þetta, Sigrún og Siggi og kórinn okkar góði. En þá komið að bænastund og ég vil segja ykkur frá því sem eru að fylgjast með í streyminu. Það alltaf hægt að senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja og við tökum samviskulega við þeim, prentum þau út og það beðið fyrir þeim hér í hverri viku. Og eins ykkur sem eru hér í kvöld að þá hægt að standa upp og kveikja á bænakerti eða skrifa niður bænarefni ef að þið hafið þörf fyrir þess, hvort sem eitthvað sem þið viljið þakka fyrir eða ykkur liggur á hjarta og viljið láta biðja fyrir. Og svo líka alltaf gott að sitja bara í sætinu sínu og senda áhyggjur og bænir upp til Guðs. En umfram allt nýtum bænastundina til þess að tengjast Guði. Yfir
Guð, við komum hér saman í kvöld í trausti þess að enginn sem þú. Hjálpað okkur að sækja í kærleika þinn, uppörvun og styrk. Á þessari stundu viljum við sérstaklega biðja fyrir bænarefnum sem okkur hafa borist. Þú þekkir þau eitt og sérhvert, en við viljum líka biðja fyrir fjölskyldunni sem að misti í kajakslýsinu erfiða á Skorradalsvatni. Við biðjum fyrir börnum og eiginmanni og öllum ástvinu sem þar syrgja. Jesús, við viljum biðja fyrir þeim sem að eru að ganga í gegnum skugga sorgarinnar. Þú þekkir aðstæður. Við biðjum fyrir öllum þeim sem að syrgja og eru hrædd á þessari stundu. Við biðjum líka fyrir þeim sem að glíma við sjúkdóma og erfiðleika. Við viljum leggja í þínar hendur ungan dreng sem er með hrörnunarsjúkdóm. Viltu blessa bata hans og gefa lífin sem hann er að fá haldi áfram að virka. Jesús, við biðjum líka fyrir öllum þeim sem er að gleyma við krabbamein og sjúkdóma af sérhverju tagi. Þú þekkir áhyggjur þeirra sem að hafa greinst, þú þekkir örvinlan þeirra sem að þeim standa. Við biðjum bara að koma inn með þína lækningu og þinn frið. Og Jesús, við biðjum líka fyrir ófriði allan heim. Við biðjum fyrir stríðum sem geisa. Viltu gefa fleiri friðflytjendur og viltu gefa það að friður komist á. En allt sem að á hjarta okkar hvílir leggjum við nú fram fyrir þig í hljóðri bæn. Svo segjum við bænina sem að Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá langar mig aðeins bara að segja frá því sem framundan er í vikunni. Það er vinavoðir hérna á morgun, þessi dásamlegi prjónahópur sem hittist alltaf klukkan 11 á mánudögum. Og svo er karlakaffi klukkan 10 og þá fáum við fulltrúa úr 3 ólíkum framboðum sem eru að bjóða sig fram í bæjarstjórnarkosningunum og þau munu kynna sitt og umræður á eftir. Og svo á fimmtudaginn þá er eldri borgara samvera og hann Einar Már Guðmundsson rithöfundur kemur og er gestur dagsins og við fáum gott að borða. Svo ég svona tæpi á einhverju sem framundan er, en sunnudagaskólinn er líka bara næsta sunnudag á sínum stað og messa að viku liðinni. Þá bjóðum við sérstaklega velkomin fermingabörn næsta vetrar. En mér langar líka að segja frá því að hann Gummi Kalli, það er blík í augunum á honum. Hann er svo spenntur yfir því að byrja með fræðslukvöld sem hann ætlar að vera með. Það eru 2 fræðslukvöld, það er bókaklúbbur sem hann kallar það og þetta er svona biblíulestrar, hann er hugsað þetta fyrir aðeins yngra fólk, 20 til 40 ára. Ef við erum mikið eldri en það, þá verður að segja, hei, mér finnst það svindl og þá verður hann bara með, það er stundum gott að hafa ekkert ofbreytt aldurspil. En 13. maí, miðvikudagskvöldi, þá verður hann með þetta fyrra, það heitir Tapað fundið og þá er hann að fara yfir sögur sem að fjalla það, týnda soninn og fleira og svo viku síðar þá verður hann með Samson og Dalíu og fleiri góðar sögur úr Gamla testamentinu. Þannig að ég hvet ykkur sem hafið áhuga til að mæta. Hann er allavega mjög duglegur að undirbúa þetta og þetta verður skemmtilegt og fróðlegt í senn. En mér langar að senda okkur út með skemmtilegt ljóð frá honum Sibba, vin okkar hérna í Lindakirkju, Sigurbjörn Þorkelsson. Hann sagði þetta sem er svo gott heilræði og passa vel við það sem við erum búin að tala um í kvöld. Fyrirgefðu og þér mun fyrirgefi verða. Brostu og til þín verður brosað. Faðmaðu og þú munt faðmaður verða. Uppörvaðu og þú munt uppörvaður verða. Gefðu
og þér mun gefið verða. Elskaðu og þú munt elskaður verða. Syngdu og það verður tekið undir með þér. Farðu með bænirnar þínar og fyndu friðinn flæða þig. Leitastu við að lifa í kærleika og sátt við Guð og alla menn og þér mun líða svo miklu, miklu betur. Það gott að taka það með sér, en kæru vinir, takk fyrir stundin í kvöld. Hún ekki alveg búin, en við erum alltaf sendt út með hérna drottinlegu blessun og biðja ykkur að rísa úr sætum og þiggja hana. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Til ykkur, endilega. Það mátti bæta því við kannski næsta sunnudag. Komið inn úr tímaleiði að fá sætin ykkar, því að það verður fjölmennt hér, alveg örugglega milli 300 og 400 manns, og það kemur hérna frábær sönguna sem heitir Kingsley Rose, country sönguna frá Ameríku, ætlar að syngja fyrir ykkur nokkuð lög. Ég var með reverb á mig, þetta slökka svona, og hérna, hún frábær. Hún var í Voice í ameríska sjónvarpinu og komst býsna langt þar, og hún verður með tónleika næstu helgi og ætlar að syngja hér í messu hjá okkur á sunnudagskvöldi, þannig endilega látið sjá okkur. Og lagið sem ætlum að enda á, Guðni, þú getur hafa samið það sjálfur. Þú sagt hennar brandara, brostu, því að þú lítur miklu betur út ef þú brosir. Þú ert ekkert gáfulegri, en þú lítur betur út. Sumikar, við veitum ekkert, margir hérna gætu verið gangi ykkur erfiða hluti, erfitt með að brosa, en það hjálpa samt að brosa í hjartanu og reyna svona að líta jákvætt á framtíðina. Hér kemur lagið Smile eftir Guðna Kirk Franklin. Guðna á textan svona. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night.
Já, þetta var gott. Er það ekki sem að eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt? Og svo eins og hann sagði, það er eiginlega mínum uppáhalds tilvitninum. Brostu, þú lítur ekki gáfulegar út, en það er skemmtilegra að horfa á þig. Förum í friði og þjónum drottni með gleði.